Jæja, eru 5 km að baki, Víðavangshlaup IR, hvernig gekk? Ég hefði viljað vera hraðari. Ég var að stefna á að ná undir 18 af því ég náði svo fínum tíma í undirbúningi fyrir Laugaveginn í sumar. Þá náði ég svo fínum tíma í Ármannshlaupinu í 10 km. Og þá náði ég 5 km splitti þar á 18 og 3 sekúndur. Mér langaði að ná því núna en ég er ekki alveg búinn að viðhalda hlaupinu nógu vel eftir Laugaveginn, þannig að þetta er dafnað aðeins, en ég náði núna held ég á einhverju 18-24 eitthvað cirka held ég núna. Já, heyrðu, þú nefnir Laugaveginn. Já. Hvernig gekk að hlaupa Laugaveginn? Sko, þetta var mitt fyrsta Laugaveggshlaup, þannig ég átti svona fyrsta markmiðið var bara að vera undan mömmu minni sko, sem var einhverja 7,5 tíma held ég sko. Þannig, en ég ætlaði að vera fyrst 7 og síðan ætlaði ég að vera undir 6. En ég endaði að vera bara nokkur sekúndum yfir 6. Það var smá súrt þegar ég kom í mark og ég sá að talið var orðin 6 sko. En ég er samt auðvitað mjög feginn með svona fyrsta hlaup. Ég vil ekkert hlaupin eitt að viti sko, nema bara í undirbúningi fyrir Laugaveginn. Ég eiginlega skráði mig fyrst og síðan fór ég að æfa fyrir það sko. Fór í frábæran hópið mitt með mömmu. Hjá Sigga P og þér, Þóra. Heyrðu, hvað ertu búinn að gera í sumar, svona eftir Laugaveggshlaupi, til þess að halda þig við? Sko áður en ég fór í hlaupin núna í byrjun árs, þá var ég svona sjálfur byrjað smá í CrossFit Reykjavík. Og það var heldur fínt, þá erum svona búinn að styrkja mig aðeins og ásamt einhverju smá hlaupum, náttúrulega aldrei löngum sko, en svona eftir Laugaveginn þá fór ég svona bara dálítið aftur í það. Og styrkja mig aðeins meira, ég léttist dálítið mikið yfir þegar ég var æfa fyrir Laugaveginn. Ég var alveg eitthvað 84 kíló í byrjun árs og síðan þegar ég kom á Laugaveginn þá var ég orðinn 72 sko. Þannig það var alveg bara, það gufaði af mér kílóin sko. En síðan núna er ég bara aftur svona dálítið að hengja mig og ná aðeins meiri styrk og síðan kannski styrkja mig aðeins núna við veturinn, við halda kannski smá í hlaupin, þessi löngu á laugardögunum sko. Kannski taka powerhlaup til að... Já, það er auðvitað mjög áhugavert. Mamma og pabbi, þeir drógu mig eiginlega í hlaupum, þeir hafa verið mjög hrifin af því sko. Það er líka það er nálægt það sem ég bý sko líka, þannig það er alveg tilvalið sko. En þú segir sko, ok, þú ert svona aðeins að draga hlaupunum og farið yfir í svona crossfitið og fleira, en vilt vera eitthvað áfram? Eitthvað plan fyrir næsta ár í hlaupunum? Mér langar svona overall, mér langar að ná maraþoninu undir 3 tímum sko, það er dálítið langt í það ennþá sko, en Flott markmið? Já, það væri þá allavega það kannski fyrir næsta sumar, koma mér eitthvað gott prógram bara og reyna að ná því sko, allavega að vera nálægt því sko. Eða þá, síðan langar mér líka aftur ef ég tök Laugaveginn næst, sem ég mun alveg örugglega einhvern tíma að gera, ég veit ekki hvort það verða næsta ári eða það næsta ári, þá var ég til að ná því undir 6. Það situr svo í mér að hafa verið nokkur sekúndum yfir sko. En við erum allavega að fara að fáum að sjá það áfram í hlaupunum. Já, það er alveg bókað sko. Ég hef alltaf haft gaman að þessu sko. Sérstaklega eftir að hafa tekið langa hvíld í menntaskóla og gera ekki neitt sko, þá finn ég alveg svona að ég meira langast byrja að finnast þetta að vera skemmtilegt sko. Maður hefur alltaf verið svo latur sko, en mér finnst þetta alveg æðislega gaman núna sko. Ok, frábært. Takk fyrir það.